Góðan daginn. Góðan daginn. Velkomin í pallborðsumræður stöðu stéttar. Við erum í smá tæknilegum vandræðum með myndavélina okkar, hún vill ekki fókusera. Þannig að þeir sem vilja fylgjast með fundinum í mynd en ekki bara í hljóði geta farið inn á Facebook síðu upplýsingar þar sem Sigurgeir ætlar að streyma í gegnum símann sinn myndinni. En vonandi bara lærum við af þessu. Hún Sif, vefstjórinn okkar, sem keypti þessar græjur, hún er í fríi af því hún er að skrifa meistararitgerð í upplýsingafræði. Og þetta er okkar fyrsti fundur að prófa græjurnar sem hún kann svo vel á og það sýnir sig að við kunnum ekkert á þetta. Það er bara þannig. En ég vil bara byrja á að kynna mig. Ég heiti Þórný Hlynsdóttir og er formaður upplýsingar. Og það er ánægjulegt að sjá að það er áhugi fyrir að tala stöðu stéttarinnar, framtíðarhorfur og væntingar. Það hafa verið miklar umræður hvernig stóru bókasöfnin er að ráða inn fólk og hvernig auglýst er eftir upplýsingafræðingum og bara menntun sem nýtist í starfi og ekki tilgreint að upplýsingafræði menntunar sé krafist. Það hefur vakið ugg og kurr meðal okkar félagsmanna. Annað sem að hefur verið til umræðu er svolítið bara fagið og þróun þess og breytingar með tilliti til stafrænnar byltingar. Það er minni þörf nú orðið fyrir sérfræðinga í skráningu og kannski er þörfin orðin meiri fyrir einstaklingar sem eru færir stjórnendur, verkefnastjórar, viðburðarstjórar og þá er spurningin deildin okkar upp í háskóla að sinna þörfum bókasafnanna. Síðan er annað sem hefur verið svolítið einkennandi undanfarin ár og það er fækkun sérfræðibókasafna. Það hefur verið fækkun á háskólabókasöfnum út á landi. Það eru mjög fáir starfsmenn við háskólabókasöfn út á landi og grunnskólarnir hafa mætt sama niðurskurði. Þar er einnig glímt við sameiningu grunnskóla og almenningsbókasafna og bara verið krafa að fólk sem vinnur í svona störfum geti jafnvel skráð og tengt eintök í gegni þó það hafi ekki upplýsingafræði menntun. Og þá er það enn eitt atriði sem hefur valdið kurr í okkar fólki að það er á það bara hver sem er að fá heimild til að skrá í gegni. Og til hvers erum við þá að læra upplýsingafræði yfir höfuð. Til að ræða þessar breytingar og hvað kannski er framundan og ástæður fyrir því að stóru söfnin hafa brugðist við með að auglýsa bara beint og opið eftir menntun sem nýtist í starfi. Höfum við fengið til að tala við okkur Pálínu Magnúsdóttur, borgarbókavörð, Ágústu Pálsdóttur, prófessor í upplýsingafræði við Háskóla Íslands, Söru Stef Hildardóttur, verkefnastjóra á Landsbókasafni, fyrrverandi forstöðumann Háskólabókasafns í Háskólanum í Reykjavík, Kristjana Mjöll Jónsdóttir Hjörvar sem er formaður SBU, Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir, landsbókavörður og Sveinbjörg Sveinsdóttir. Já, að vita þetta. Hún er framkvæmdastjóri Landskerfis bókasafna. En nú ætla ég að hverfa úr mynd og við hlustum bara, en ég gef þeim orðið. Þórný. Má ég aðeins tala, þið eru með blör á bakgrunninum. Já, og ég taka það af. Já, við sjáum aldrei viðmælendur öðruvísi. Það er kannski það sem var vandamálið. Bíddu nú við. En það? Hvernig breyti ég? Já, hún náttúrulega setur bara í fókus það sem er alveg upp við vélina. Það er rétt. Já, tengjum vélina aftur.
förum í background effects og tökum það af. Live. Já, ok. Nú þetta komið hafnmyndur. Það klappa fyrir þér í salnum. Upplýsingafræðingur fyrir ekki neitt og kunnundur. Heyrðu, þá þetta bara eins og við óskuðum eftir að hafa þetta. Kveikt á mikrofónum á báðum? Já. Hérna, hver vill byrja? Ég var ekki búin að hugsa einhverja ákveðna röð, en einhver sem vill byrja? Já, ekki rétt að áhyggjufullu bókasafns- og upplýsingafræðingur byrji. Ég fulltrúi áhyggjufullra bókasafns- og upplýsingafræðinga í dag og heiti Sara. Ástæða þess að við erum komin hingað í dag, eins og Þórný nefndi áðan, að það hefur verið svona stigvaxandi umræða í hópi upplýsingafræðinga á Facebook sem eflaust mörg ykkur hafa séð í það minnsta mögulega tekið þátt í. Sú umræða, hún hefur vaxið frá svona áhyggjum af því hvernig störf bókasafns- og upplýsingafræðinga eru auglýst og umræðan til þess að gera langa sögu stutta, hún náði kannski hámarki daginn í auglýsingu einmitt frá Landsbókasafni, Háskólabókasafni sérfræðing í skráningu lýsigagna sem þar var auglýst og þar kom fram kristallaðist þessar áhyggjur sem við höfum að það var að auglýsingin gerði ekki kröfu nám í upplýsingafræði. Heldur var beðið svo sem eins og menntun á sviði upplýsingafræði og þar með var búið að opna auglýsinguna fyrir ólíkum prófgráðum, jafnvel þótt að öll verkefnin sem listuð voru í þessari auglýsingu voru raunverulega ómöguleg neinum nema einhverjum sem væri með menntun eins og okkar. Þannig að nú langar mér bara að varpa þeirri spurningu til þín, Ingibjörg, væntanlega. Hvernig stendur á því að þessi auglýsing fór svona út og svo kannski langar mér líka til að varpa að því að, já, það er best að byrja þar. Ég hef svo mikið að segja. Já, takk fyrir. Og takk fyrir það fund. Upplýsing, þetta náttúrulega bara frábært og gaman að hittast. Ég þekki bara ekki nema helminginn af fólkinu í salnum sem að segja það að við þurfum að hittast oftar. Þannig að ég vona að það verði, já, nú erum við búin með þetta COVID-tímabil og nú þurfum við bara að hittast oftar. En allavega varðandi auglýsingar, að þá það bara þannig að flestar ríkisstofnanir þær glíma við það vandamál að sjóða saman auglýsingar og reyna að gera þær eins best úr garði og hægt og óska eftir náttúrulega starfskröftum fólks. En síðan þegar eru teknar kannski ákvarðanir viðtöl eða ráðningar og annað slíkt, að þá dynja kærur á þessum stofnunum vegna þess að fólk taldi sig einhvern veginn ekki hafa séns eða ekki hafa hér. Þannig að Já, takk. Þetta í rauninni bara viðbragð, ekki bara hjá okkur, það bara allar ríkisstofnanir undirréttasettar og líka sveitarfélögin að fólk þarf bara að hafa auglýsingarnar dálítið víðar, eða ekki víðar heldur svona það þýðir það á auglýsingamáli að við viljum fá upplýsingafræðinga. En við höfum alveg lent í því að auglýsa eftir slíkum og ekki fengið neinar umsóknir frá þessum hópum. Þetta ástæðan. Mér langar bara að bæta því við að þetta er villustæði. Ég segi að það að milli og aðeins. Mér langar að bæta því við að sérstaklega varðandi þetta starf sem við vorum að auglýsa
okkar kröfur ekki bara til skrásetjara. Við erum ekki bara að leita manneskju sem hefur lært skráningu og kannski mjög misjafnt hvað menn kunna í skráningu eftir þessi, ég meina það búið að vera ýmis konar skráningarkennsla gegnum tíðina. Við erum að leita manneskju sem mjög klár í alls konar tæknilegum atriðum. Við núna til dæmis það sem við erum að gera hjá okkur, við erum að senda fólk á námskeið í SQL fyrirspurnum, af því við erum að vinna mjög mikið með Oracle Analytics. Við erum með sko gagnasöfn sem bara fleiri heldur en við erum að vinna með gögn sem á fleiri marksniði. Við erum að vinna með alls konar gögn og við þurfum bara manneskju sem mjög klár í alls konar svona. Og sko, það hugsanlega fleira fólk sem hefur eitthvað til brunns að bera heldur en akkurat þetta og við erum þá sérstaklega vel sett þess konar fólk. Má ég aðeins bæta við, þú var bara einhverjum. Að sko, flestir sem eru ráðnir hingað inn, þeir fara bara í stífa þjálfun í hálft til 1 ár og læra starfið. Þannig að það enginn sem alveg sko tilbúinn eða kann nákvæmlega það sem verið að gera hérna. Þannig að bara bæta því líka. Takk fyrir þetta. Þetta náttúrulega eitthvað sem lesendur auglýsinguna geta ekki gert sig grein fyrir. Ef það eitthvað svona undirliggjandi kröfur sem kom ekki fram. Og í þessari tilteknu auglýsingu var mjög bara augljóst að það var verið að auglýsa eftir sérfræðingi í skráningu lýsigagna. Það var heitið ef ég man rétt á auglýsingunni. En burtséð frá þessu að það var líka áhugavert í þessari umræðu að velta fyrir sér samhengi sko menntunarinnar og svo atvinnumöguleika. Og ég veit ekki hvort að einhver eitthvað svona feedback í það eitthvað. Og nálægt þóni. Þetta bara... Þetta eitthvað. Já. En þetta samhengi, ég ætla að tala menntunina ákveðan. Að þá náttúrulega þarf að velta fyrir sér samhengi sko menntunarinnar, þessar formlegu menntunar í háskóla og svo þessar atvinnumöguleika sem við höfum. Og mér finnst mjög áhugavert að tala að slíta það úr samhengi. Ég veit ekki hvort einhver sáu á sjónvarpsstöð í gærkvöldi, þá var viðtal bæði við formann Læknafélags Íslands Steinunni Þórðardóttur og svo Sonju, formann BSRB. Þær voru einmitt að ræða sko gæði svona starfsaðbúnaðar og starfsumhverfis starfsfólk sem býr við mikla sérhæfða háskólamenntun, oft hjá hinu og oftast held ég eingöngu hjá hinu opinbera, svo sem eins og fólk í heilbrigðisstéttum og svo við erum dæmi slíka stétt sem getum raunverulega, við getum ekki farið á milli eins og það kallast farið á milli markaða með okkar gráður, svo glatt. Við erum að mennta okkur til þess að starfa á bókasöfnum og bókasöfnin eru starfrækt af hinu opinbera mestuleyti og svo hjá sveitarfélögum. Þannig að hvernig stendur að því að það virðist sko eins og það hafi eða séu að verða einhver svona skil á milli þessar formlegu menntunar og svo atvinnumöguleika sem við höfum með þessa menntun. Ég mig langar kannski að varpa þessu til þín Ágústa. Takk og takk fyrir þetta málþing. Virkilega gott að hittast til hlaði saman. Sko, af því að umræðan byrja nú svolítið mikið út frá þessu skipulagsfræðum, skráningu og lyklun aðalega og breytingum sem hafa orðið í því umhverfi, þá vildi ég nú bara segja að við í námsbrautinni höfum verið svo heppin að hafa sérfræðinga úr þessu húsi til að kenna árum saman. Þannig að við vorum nú upphaflega með 3 námskeið, bara ekkert stór, 6 einingar minni mig. Það sem var eitt var skráningu, eitt flokkun og eitt lyklun og svo var gerð breyting núna nýlega á náminu og þessu var steypt saman í eitt námskeið og þá áherslan á skráningu og lyklun. Af því að flokkun nú svona svolítið víkjandi. En við höfum, og ég alveg viss það að við höfum verið alveg einstaklega heppin með það að við höfum haft inn í kennsluna okkar bestu sérfræðingar.
Þannig að hvað það varðar, þá held ég að við stöndum sterk að vígi. En svo höfum við, og það tengist náttúrulega þessum breytingum sem að verða bara í umhverfinu, og Ragna kom nú svolítið inn á. Það var sett upp nýtt námskeið sem byrjaði bara núna á vormisseri og fjallar öll þessi kerfi og gögnin sem liggja þar undir og samspilið þarna á milli. Og ég vona að það verði til þess að bæta svolítið stöðuna, því við þurfum þetta alltaf að upp á tánum og reyna að fylgja eftir og laga, þó að það gangi kannski ekki í einni sviphendingu hjá námsbrautinni, það bara þannig í háskólaumhverfinu og það margt sem kemur þar inn. Það bara fjármál og eitt og annað og svo bara það hvernig kennsluskrár eru skipulagðar langt fram í tímann og ýmis mál háskólapólitísk mál sem koma þarna inn. En við höfum verið að reyna að gera breytingar undanfarið og þetta nýja námskeið komið til sögunnar núna. Svo erum við með annan nýtt námskeið sem fjallar vefstjórnun og samfélagsmiðla því að og það eitthvað sem hefur líka verið draumanámskeið hjá mér að koma á mjög lengi og ég alveg viss að það mikil þörf fyrir slík námskeið. Því eins og Þórný nefndi, það líka bara alls konar breytingar þarna úti í starfinu. Hún nefndi viðburðastjórnun og verkefnastjórnun. Ég get alveg sagt ykkur það að ég held að ég muni aldrei fá samþykkt námskeið verkefnastjórnun inn í greinina. Verkefnastjórnun kennd annars staðar, meðal annars á félagsvísindasviði. Og það mjög auðvelt að komast í slík námskeið. Það held ég eitt það auðveldasta að komast í endurmenntun fyrir þá sem eru útskrifaðir. Og það þetta eitt af því sem að útskrifaðir upplýsingafræðingar eiga að gera, þau eiga að halda sig við og bæta við sig. Þannig að ég get eiginlega sagt að það held ég ekki koma til. Ég myndi ekki einu sinni reyna það. Viðburðastjórnun, ég skoðaði það rosalega mikið fyrir einhverjum örfáum árum síðan. Hvað verið að kenna viðburðastjórnun? Einhvers staðar kennt eitthvað? Og ég fann einhverja diplómalínu, ég man ekki alveg hvað það var. En þá var við að kynna þetta held ég sem 30 einingar eða eitthvað álíka. Og þegar ég las í gegnum lýsingarnar á námskeiðunum, þá fannst mér það einhvern veginn ekki passa. Þetta næstu virkaði á mig eins og einhverju hefði verið skellt saman sem að leit vel út. Væri svona söluvara en myndi ekki passa fyrir greinina. Þannig að ég setti það svolítið á leys, en auðvitað má alltaf ræða málið og skoða og velta fyrir sér hvað þarf að gera áfram. Ég búin að svara allir saman. Já, það líka spurning af netinu. Já. Og ef ég kannski hleypi henni fram fyrir Söru. Og það spurt ef nánast hver sem getur fengið skráningarheimild í gegni til hvers á fólk þá að læra upplýsingafræði. Þá nóg að vera með BA-gráðu og taka svo skráningarfögin. Námsbrautin hlýtur þá að leggjast af. Já, ég ætla ekki bara fyrir námsbrautina. Ég bara reyna að væra mig burtu. En ég veit bara megin meira, ég ætla að reyna að vera hér á Reykjavík staðum. Það ekki verið að slá af pröfum gæðisnálgandi. Það stendur ekki til. Hins vegar stöndum við frammi fyrir því að það margt verið að breytast eins og hefur komið fram að það var kannski að finna þessum fræðilega þætti, skráning og lyklun og flokkun og gagnaflunar að þessi annar farveg. Skráning í gegn, eða það að skrá í gegn það tvær grunnstoðir. Þú ert að búa yfir ákveðnu fræðilegu þekkingu og hún hefur líka til komið í gegnum námsbrautina. Svo hefur þetta að koma á bara praktískt námskeið í hvernig þú skráir í gegni. Og það sem þarf að gera núna að finna þessum fræðilega þætti annan farveg. En ég finna þetta líka. Já, ok, það var bara að vesna mér.
Og í því felst breytingi sem við erum að gera. Það ekkert að opna fyrir að allir geti skráð í gegni óháð þekkingu. Alls ekki. En eins og hefur komið fram hér áðan með Sefóníu, að þá það ákveðin mótsögn í þessu. Það minni eftirspurn, kannski bókastöfnum, eftir sérfræðingum í skráningu, af því eðli starfsins hefur breyst. En það ennþá samt þörf fyrir þessa sérfræðiþekkingu til þess að skrá með fullnægjandi hætti í gegni. Ef markaðurinn ekki að útskrifa nógu marga bókasafnsupplýsingafræðinga sem hafa þessi menntun, þá þarf að gera eitthvað annað. Þetta bara vandamál sem við stöndum frammi fyrir. Það fjöldi bókasafna sem get ekki komist sínum samkosti inn í gegni, af því þeir eru ekki með skrásetjara að störfum hjá sér. Og það ekki eðlilegt að hlutinni séu þannig. Það þarf að leysa þennan vanda. Og það þess vegna sem við erum að skoða nýjar leiðir fyrir að fræðilega það. Að fólk áfram geti náttúrulega sótt námið í gegnum Háskóla Íslands, en það verður líka boðið upp á þessa þekkingaröflun annars staðar með annars konar námskeiði. Það ekki búið að leysa hvernig það verður gert. Það verður rætt hugsanlega að koma þessu fyrir hjá endurmenntun, jafnvel að bara Landsbókasafn tæki þetta að sér, sem hluta bara af sí og endurmenntun hugsanlega. Og síðan verður áfram nauðsynlegt að sækja námskeið í skráningu gegni. Þannig að þetta breytingi sem við erum að tala hlutin bara verða að fá að þróast. Það þýðir ekkert annað. En án þess að slá á kröfunum, við þurfum bara að finna aðrar leiðir til þess að öðlast þessa fræðilegu hæfni. Það ekki að gera kröfum að fólk sem vinnur á einhverju safni fyrir að ná sér í mastersgráðu til þess að geta komið bókunum sem inn í gegni. Það bara gengur ekki. Það verður að finna aðra leið án þess að slá á kröfunum. Og sko við erum alveg opin að ræða með hvað mætti gera þetta, bara gott að taka samtal það og heyra hugmyndir. Og okkar hugmynd hefur verið svo að byrja þannig og gerum það núna. Við heldum bara sérstakt námskeið skráningu gegni núna síðast, þar sem var gengið út frá því að fólk hefði tekið þessi námskeið alveg í háskólanum þó að það hefði ekki prófið. Það nægir fyrir þetta. En að okkar hugmynd svo líka að bjóða upp á annað námskeið, fræðilegt námskeið, þar sem að þetta verður kennt. Ég ekki að hafa þetta yngra. Sara var búin að biðja orðið áður en... Já, aðeins að kommentar á hvort ekki frá Ágústu og svo frá Sveinbjörgu. Það Kristján náttúrulega í þessu þennu að áhyggju fólks af menntun sinni, þegar það bæði verið að slá niður kröfur hvernig þú getur öðlast þessa praktísku þjálfun til þess að skrá síðan í Ölmu. Ekki praktísku þjálfun, fræðilegu þjálfun. Fræðilegu þjálfun, fræðilegu námskeiðin og svo þessa þjálfun sem það að taka hjá Landskefi. Og svo annars vegar hvernig háskólanámið, þetta meistarapróf í upplýsingafræði virðist hafa verið, þetta virðist eins og það að fella niður BA-námið og að hækka upp á meistarastig hafi verið bara mistök hreinlega fyrir stéttina. Þannig að við langar líka að beina núna næstu spurningu til SBU. Kristjana, þú þarf væntanlega að standa upp eða þess að fá að geta pípa. En af hverju hefur ekki heyrst kannski meira frá SBU varðandi þessi mál? Mér finnst ég ekki alveg að fengi skýr svör frá þér Ágústa stöðu menntunarinnar í samhengi við atvinnumöguleikana. Og þá hlýtur maður að beina sjónum sínum að stéttarfélaginu. En stéttarfélagið hefur þá ekki beitt sér svona skýrar eða harðar í því að sé meiri svona symbiósis á milli nefna þá eins og höfuð safnsins Landsbókasafns Háskólabókasafns og svo menntunarinnar í HÍ. Ég veit ekki hvað ég á að vilja, en svo margt sem langar að segja. Já, það ekki þurfa að standa fyrir. En alveg ekki eftir alveg. Hvað er bara hérna með? Sko, stéttarfélagi getur gert svo mikið. Stéttarfélög, þau eru þannig að við störfum, það lagarammi í kringum okkur sem eru lög stéttarfélög og vinnudeilur frá 1938. Það setur okkur svolítinn ramma hvað það sem við getum gert og ég ger ráð fyrir þú sem það vísa þetta til í atvinnulífinu sem kom til Landsbókasafns. Hvað við getum gert til að vernda störfin
Það eru að við getum verndað þau störf sem við eigum samkvæmt lögum. Og það starf sem við getum beitt okkur fyrir og við gerum það eru störf þar sem eru forstöðumenn safna. Það stendur í bókasafnalögum og forstöðumaður safna skal vera menntaður í upplýsingafræði, reyndar stendur ef þessi kostur. Þetta sé nokkur kostur. Já, sem það er við sammála að segja ekki alveg, já. Þannig að það sem við getum gert og gerum er að þegar það koma auglýsingar þess efnis, hvort sem það væri auglýsing varðandi Borgarbókavörð, Landsbókavörð eða hreinlega skólabókasöfnin. Við sendum bréf, við fylgjumst með, við erum með starfsfólk sem gerir það. En það kemur að starfinu eins og Landsbókasafn auglýsti, þá var tekið fram svo sem upplýsingafræði og önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi. Og faktist séð, þá hef ég ekki áhyggjur, jú, ég hef alltaf áhyggjur, ég meina, ég lít fyrir að hafa áhyggjur. En ég hef ekki stórar áhyggjur af stóru söfnunum. Ég hef ekki áhyggjur af Landsbókasafni, jú, en ekki mikið og hinn. Landsbókasafn, það sýnir sig, það er rétt, þau vilja frekar upplýsingafræðing, en hæfur upplýsingafræðingur sækir úr starfið og hentar í starfið, hann er ráðinn. Gildir það sama á Borgarbókasafni og annars staðar, það sem ég hef áhyggjur af. Og það eru önnur söfn, það eru minni söfnin út á landi og skólasöfnin. Og það er til dæmis ástæðan fyrir því að SBU sendi í þessa ályktun varðandi skráningarréttindin. Sko, fyrir að fyrsta, þá vil ég meina það að við sem upplýsingafræðingar, við getum margt miklu meira og komum með miklu meira að borðinu en að skrá í gegni. Við getum gert svo mikið, það er bara þannig. Og félagsmenn okkar vinna ekki bara á bókasöfnum. Við erum skjalafólk, við vinnum á bókasöfnunum, öllum tegundum, við vinnum líka á almenna markaðinum, við erum með fólk sem vinnur hjá Marex eða verkefnastjóraskilji, við vinnum við erum út allt og vissulega erum við oftar skjalastjórar eða á bókasöfnunum. En það sem við sjáum vandamálið að mestu, það eru skólasöfn, hvort sem það eru grunnskólasöfn, framhaldsskólasöfn, minni háskólabókasöfnin og það eru almenningsbókasöfnin út á landi sem eru minni og þá sérstaklega þau þar sem að þeim knappur stakkur. Þá er ég að tala um það sem að þeir sem eru með peningana eru bara sveitarstjórinn eða einhver í bæjarstjórninni eða eitthvað álíka og þekkir og veit ekkert hvað upplýsingafræðingar gera. Og það liggur vandinn og þar hafa, og það er það sem að almenningsbókasöfnin þau hafa verið að þróast og þetta er ekki lengur staður þar sem að eingöngu bókasöfnfræðingar vinna. Það þarf fjölbreyttan starfskraft og allt góð með það. En almenningsbókasöfnin sem eru út á landi, þau eru kannski bara með 1 starfsmann, jafnvel bara 2 og þar hafa þau verið að auglýsa eftir og það er að koma þeim skilningum það að þau þurfi að hafa og það sé gott að hafa upplýsingafræðing í starfum er oft ekki vinnandi vegur og þau rök sem hafa verið sett fram það að þessi söfn hafi ekki upplýsingafræðing til þess að skrá gögnin af því að ég hef heyrt að það sé að þeir sækja ekki hafi ekki áhuga að vinna það er ekki málið. Vandamálið er mjög oft og það fór við á borð til okkar það að einstaklingur sækir starfið og gott mál, svo kannski fær hann starfið og þá annarkvort eru launin ekki góð eða þá að einstaklingur býr ekki á svæðinu, vantar aðstöðu við að geta flutt á svæðið og þá fylgir því ekki neitt. Og það er lenska að sveitarfélögin einnig vilji frekar hafa manneskju ekki með háskólamenntun en á skólasöfnum til dæmis. Þetta snýst aftur peninga og sparnað. En þess vegna settum við út á þetta vegna þess að þetta hefur verið, hvernig ég að segja, þetta hefur verið eitt af því, þetta er skráningarheimild, eins afskólegt og það er af því að þau ættu bara að vita það hvað þau eru frábær og hvað er mikið gagn í okkur inn á starfið óháð því hvort við getum tengt eitthvað í gegni, skiljiði. En þetta hefur verið ástæðan fyrir því þessi krítería að margoft hafa söfnin auglýst sérstaklega eftir bókasöfnfræðingi til þess að hann geti skráð í gegni. Þannig að það er svona það sem við sáum að væri ekki gott. Að þá myndum við missa þetta litla akkeri. En já. Takk Jana. Ég held að, já.
Já, Ágústa var búin að við orðið á umræður, Sara, svo kemur þú. Ég ætla bara að bregðast við þessu Og Ingibjörg. tókst þetta upp að hérna með lítilsöfn út á landi. Það hefur náttúrulega alltaf verið svolítið erfitt víða að bara hreinlega fá það manneskju út á land. En nú staðan þannig og hún er búin að vera þannig og það var ákveðið að ganga skrefið alveg til fulls hjá námsbrautinni þegar COVID kom til. Allt nám í upplýsingafræði er fjarkennt. Þannig það skiptir ekki máli hvar fólk býr, það geta allir sótt sér þessa menntun. Og ég veit til dæmis stað sem að kom til umræðu á Landsvirkjunni sem var á Ísafirði. Það er manneskja sem að býr á þeim stað sem fór í námi og ég skilst að sér búið að bjóða henni starf á bókasafninu þar til að sjá það. Þannig að hlutirnir geta alveg breyst út á landi, en ég held að ég vildi ekki nefna staðinn eða nöfn, það er svolítið klöfulegt á mér, en punkturinn er sá að fólk getur sótt námið í dag. Það þarf ekkert að flytjast að heiman og koma hingað til Reykjavíkur til þess að gera það. Það getur sótt námið úr sinni heimabyggð. Og það ætti að opna ýmsa möguleika út á landi og auðvelda kannski dæmi svolítið. Sara? Já, takk. Ég ætla að standa upp líka. Ég veit þessu sóni hérna. Já, mér fannst ég kannski ekki alveg fá svar, Kristjana, frá þér heldur með SPU, vegna þess að mín spurning fjallaði meira kannski hvaða svona vettvang stéttarfélagið hefur til þess að beita sér utan þessa lagaramma. Beita sér bara svona til áhrifa í umræðunni á milli til dæmis þessara stöðu menntunar og svo atvinnumöguleika. En að því að þú nefndir almenningsbókasafnið, þá gaf mér að beina næstu spurningu til Pálmu. Og þróun hjá Borgarbókasafninu einmitt í þessu tilliti þegar það verið að ráða inn starfsfólk með öðruvísi gráðu en bókasafns- og upplýsingafræðinga. Við höfum séð það í þróun bókasafna eins og í Bandaríkjunum, þar sem verið að slá verulega af kröfum störf bókasafns- og upplýsingafræðinga á almenningssöfnum þar. Og almenningsbókasafn hafa kannski verið að taka á sig svona einhvers konar svona menningar eða félagsmiðstöðvar fyrir bæjarhluta og borgir og það gefin sem skýring fyrir því að það þurfi fjölbreyttari hóp starfsfólks. En á endanum þá eru þessi staðir uppfærlega settir upp náttúrulega sem bókasöfn og hafa ekki glatað gildi sínu sem slík. Og það er náttúrulega varhugaverð þróun í gangi erlendis þar sem að alls konar verkefnum sveitarfélögin álíta einhvern veginn, eða meirihluti bæjarstjórna og borgarstjórna telja ekki endilega á ábyrgð ráðhúsanna og velta yfir þannig á bókasöfnin. Þannig að fólk eigi þá að geta sótt alls konar þjónustu inn á bókasöfn sem að samkvæmt hefðinni hefði verið eðlilegt að sækja inn í ráðhúsið. Þannig að mér langar svolítið að spyrja Pálína að þetta helst í hendur við þema fundarins, að við höfum áhyggjur af tengslum menntunar okkar og atvinnumöguleikum. Þannig að er það yfirlýst stefna þá Borgarbókasafnsins að halda áfram á þessari vegferð og kannski væri áhugavert líka að fá einhverja tölfræði fækkun þá starfa bókasafns- og upplýsingafræðinga hjá Borgarbókasafninu. Ef þú ert með á takteinum. Það var náttúrulega ekki undirbúin fundur þannig. Og það hefur ekki farið fram hjá neinum að almenningsbókasafn að breytast gríðarlega og það kemur alltaf margt til. Meðal annars bara Google-væðing samfélagsins og fólk orðið miklu sjálfstæðara og gengur betur að afla sér upplýsinga í því samfélaginu. Þetta þurfum við að tryggja það, þær séu góðar og allt það. Það er engin yfirlýst stefna hjá Borgarbókasafninu að útiloka bókasafnsfræðinga, bara langt í frá. Ég rætti mér inn að tölfræði sem líka fækkun, ég held að þeim hafa ekki fækkað mikið. Starfsfólki hefur hins vegar kannski fjölgað.
Ég kíkti aðeins á þetta í gær og ég finnst að 25% starfsmanna Borgarbókasafns þetta er mjög óvísendalegt. Ég hljóp yfir starfsmannalistan í fyrra en nú einhverjir hægt á að taka við núna. Þá er þetta sé kringum 25% starfsfólks Borgarbókasafnsins sem eru bókasafnsupplýsingafræðingar. Hins vegar eins og ég sagði áðan, þá er starfið að breytast okkurlega mikið og við erum upplýsingastofnun. Við hins vegar, ég líti að sitja á bakvið skrifborð og bíða eftir einhver komi og spyrja spurninga, það fólk hægt að koma. Það var gert rannsókn í Finnlandi sem kom fram á síðasta málþingi hvað fólk var að spyrja á Almenningsbókasöfnunum og það voru rútbýrönd, hvað var það og hvað klósett er. Þannig að það sem við höfum verið að reyna að bregðast við þarna almennt, bara út allan heim, er að vera svolítið proaktív. Mjög oft orðið proaktív á Íslandi. Bara auglýsett í... Ávirk. Já, ávirk. Já, að sko upplýsa fólk, og það kemur allir þessi viðburðurinn og þessi dagskrá, þessi fræðslu dagskrá og skipuleggja hana. Hins vegar sækjumst við alveg eftir bókasafnsupplýsingafræðingum og ég get sagt ykkur það ef að við auglýsum sérfræðing með menntun sem nýtist starfi og bókasafnsfræðingur sækir þá er sú umsókn alltaf skoðuð alveg sérstaklega vel. Ég bara fullyrði það. Hins vegar verðum við alltaf, og ég býð bara við það, við verðum að ráða þann sem er heppilegastur í hvert starf fyrir sig. Nú er aðgangur á því hvort við nefnum bókasafnsupplýsingafræðinga sérstaklega auglýsingum ekki. Það fer svona eftir eðli starfanna sem við erum kannski að auglýsa eftir. Og ég kíkti svolítið á það fyrir þegar umræðan á Facebook byrjaði, þá kíkti ég aðeins á starfsauglýsingar síðustu svona 30 ára hjá Borgarbókasafni og kannaði hvað verið mikið af bókasafnsupplýsingafræðingum að sækja segjum 30-40 umsóknir sem við fáum og það eru 2-5. Og það er bara ekki nógu stór pollur. Ef ég myndi eingöngu auglýsa, nú kom aðeins inn á þá Ingibjörg, ef ég myndi eingöngu auglýsa eftir bókasafnsupplýsingafræðingi. Það sækja 32 bókasafnsfræðingar eða upplýsingafræðingar og nú skulum við bara hafa það í huga að ég þó maður hafi þessa menntun og þýðir ekki endilega að maður sé fullhæfur. Það er bara svo margt sem spilar þar inni. En það er ekki nóg að hafa bara menntun, maður þarf að líka hafa hæfileika til að koma fram fyrir fólk og geti tekið alls eins verkefni sem að við erum að þróa hjá okkur. Og ef ég myndi eingöngu auglýsa svona, þá erum við bara komin í kærur. Þá yrði ég að auglýsa, segjum að vera hvernig og báðir á mínu mati vanhæfir, einhverjum vegna, það getur verið allt annað en menntunin það, þá yrði ég að ráða annað þeirra og það bara gengur ekki upp. Þá erum við ekki að fá besta fólkið inn og það er mitt hlutverk að reka gott almenningsbókasöfn til heilla fyrir samfélagi. Og eftir það, við erum að breytast í samfélagsmiðstöðum, við erum að taka á okkur verkefni eða það er að gera það út í heimi, það er aðeins önnur þróun kannski í Bandaríkjunum, heldur en á Norðurlöndunum. Við höfum að vera að færast kannski bæði í menningarstofnanir en við lítum í rauninni á það allt sem við gerum er að lokka fólkið inn og kynna fyrir safnkostinum og upplýsa fólk í leiðinni. Við erum líka að opna söfnin, þannig að fólk geti komið inn og upplýst samborgarana, það er svona okkar og það þarf bara að halda utan þetta allt saman. En í grunninn þurfum við alltaf að hafa ákveðin, part af starfsfólkinu með þessa menntun á mínu mati og við sækjumst eftir. Og ég bara ætla að segja að háskólamenntun sem nýtist í starfi, bókasafns- og upplýsingafræði er háskólamenntun sem nýtist í starfi og fólk á ekki að vera feimið við að koma þar inn. Ég ætla líka aðeins að nefna þegar við tala um verkefnin. Þau geta að vera margvísleg viðhöndlum sem við erum svona aðeins og erum að skoða bara með nýtt gróðurhús og annað hvort við erum að taka inn svona borgaralega þjónustu eins og er í Árósum. Oslo til dæmis hafnaði, Árósar hafa tekið þetta inn og þar getur við bótt leikskólapláss og gert mitt og þetta. Þar er líka verið að hugsa þröskulda. Bókasöfn hafa gríðarlega lágan þröskuld, það koma allir þar inn. Það kom ekki allir inn í Hörpu, það kom ekki allir inn í leikhúsinu eða hvað það er. Við höfum mjög lágan þröskuld. Það er auðveldara fyrir fólk oft að koma inn á bókasafn og afla sér alls konar upplýsingar það sem að fólkinu er að bjóða upp á.
heldur að fara inn í þjónustumiðstöðvarnar sem orðin er átt hérna. Það er frekar. Það er bara þannig. Það er bara þegar flokkum inn að hælisleitum döfni. Það er önnur það. Ingibjörg. Það er annað málþing hérna. Já, það er annað málþing. Ingibjörg? Já, og bara fín umræða og bara frábært að fá hana, en störfin náttúrulega bara afskaplega misjöfn og aðstæður eru mjög misjafnar og hvort við átt að tala einhvern bókasafn út á Langanesi eða ég mér í Reykjavík, það er bara tveir ólíkir heimar. En ég hef búin að vera svo lengi í þessum bransa og ég hef búin að sjá ýmsar breytingar sem að gerast og til dæmis bara þetta sameiginlega bókasafnskerfi sem við höfum í dag hefur náttúrulega bara gerbylt allri starfsemi bókasafna því að meiri hluti tíma fólks fór í það að skrá og flokka alveg bara satt látlaust við ritvélina og upptískjöld og það var aðalatriði þegar ég var að byrja. Það var skráning og flokkun og sinna spjaldskráni og taka á móti þessu efni. Annað var svona pínu aukageta og þetta er náttúrulega við getum bara horft á þetta bara svona tæknibylting sem verður hjá okkur og það gerir það verkum að við getum fara að sinna alls konar öðrum verkefnum heldur en bara flokkun og skráningur sem er þó alveg grundvallaratriði auðvitað í okkar menntun og í skipulagi bókasafna. Síðan eru til dæmis bara eins og fækkun sveitafélaga sem er bara framundan, alveg stórkostleg fækkun á sveitafélögum. Það mun þýða það að almenningsbókasöfnum mun fækka verulega. Og ég held að við þurfum kannski aðeins að bregðast við því og hugsa fram í tíma, hvernig viljum við sjá það gerast? Ég myndi til dæmis vilja það að það er ekki bara slátrað, segjum að það sameinist einhver 3 sveitafélög og það 2 bókasöfnum vilja slátra. Ég myndi ekki vilja hafa það þannig. Það eru þá bara einhver útibú, þetta fólk myndi vinna saman, það væri bara búið til eitt bókasafn fyrir nýja sveitafélög en það eru þá þjónusta út í feltið og þetta held ég að við þurfum að hugsa og taka og spá og spekulera. Annað atriði sem við þurfum líka virkilega að einbeita okkur á, það eru sérfræðibókasöfn. Þau eru bara að verðast nánast aldauð og það heyrist ekki múkki neinum yfir því. En það er líka vegna þess að það var að segja, það er svo mikið bæði komið inn í gegnni, það er náttúrulega alveg hellingur af alls konar á netinu, en ég held að þörf fyrir bókasafnsfræðinga í þessum geira, það sem að sérfræðisöfnin hafa verið að starfa, hún sé alveg fyrir hendi ennþá. En þetta er eitthvað sem að væri bara athyglisvert ef upplýsing skoðaði, til dæmis þessar breytingar sem eru að verða og munu verða eins og með sveitafélögin. Mér finnst þetta vera stóru mál sem við höfum að spá. Takk fyrir það. Sveinbjörg var búin að biðja um þetta. Komdu hérna. Já, þetta kom bara slá hraðar því ég heyrði alveg sameining. Það er eitt sem við tekja eftir trekk í trekk, að þegar ríkisstofnanir eru sameinaðar á dreifðast bókasöfnin. Það er þessi útbreiddi misskilningur í gangi að það þurfi ekki bókasöfn í dag. Þetta er allt á netinu. Ég vil meina að það sé í gangi misskilningur sem þurfi að leiðrétta. Og hver á að leiðrétta hann? Hver er betur til þess fallið en þið og ykkar félög, ykkar fagfélög? Þetta er misskilningur. Þú finnur mjög margt á netinu, en ef þú ætlar að finna það með þetta sem við kannski teljum vera réttum hætti, að það þarf að skipuleggja þessu einhvern veginn. Og það þarf að vera það og meta líka. Það þarf að vera og meta líka. Já. Og mér sem skattborgara svíður að það er verið að leggja á þeim í peninga sem betur fyrir rannsóknir og í þessum rannsóknum og að þá verða til allavega skýrslur og greinargerðir og plögg og þetta efni er bara hálftínt því þessu er hægt á heimasíður viðkomandi verkefnahóps eða stofnunar, svo eru síðan uppfærar og þetta er bara tínt. Hvar finnum við í dag allar upplýsingar til þessum ramma áætlanir sem hafa verið gerðar í tengslu við orkustefnu stjórnvalda. Þetta er ekki hægt að finna á einu stað í dag og ekki nema lítið brota sem við skráðum gegni. Hér er verk að vinna og hér getur stéttin beitt sér. Hér er ógrynni tækifæri fyrir stéttina því þetta er mál sem að hún getur haft áhrif á, held ég. Og það þarf að sinna þessu. Það verður að fara illa með skattfé eins og er í dag. Þannig að það er ógrynni tækifæra. Svo langar mér bara að segja að nútíminn er þannig að það er hlutinni þróast og ég held að ég persónulega upplifa það þannig að það er ótrúlega margt sem við þurfum að kunna í dag og við þurfum líka að vera sérfræðingar í öðru. Þannig að
fólk þarf að vera duglegt að afla sér viðbótar færni. Það er ekki endilega að fara í framleitt háskólanám, þetta er endur og símenntun. Og það er kannski annað sem ég held að fagfélög ættu að spá í, hvernig hægt að skjóta styrkari stoðum undir það. Því að það er svo margt sem við þurfum að tileiga okkur, við þurfum ekki háskólabráð í endilega. En svo á sama tíma þarf að vera til þessi sérfræðiþekking, eins og það að geta skráð efni, og ég vil bara árétta það enn og aftur, það er ekki verið að slá á kröfu til skráningar gegni, það eru 2 stoðir, önnur stoðin er fræðileg og fræðilegu þekkinguna geta menn nálgast í gegnum háskóla, gegnum formlega námið þar, í framtíðinni líka í gegnum einhvers konar námskeið litlum skráningu og flokkun sem eru komin á lækina, og svo er það praktíski þátturinn, og hann er hvernig skráum við í vinnutæki í gegni. Þetta er námskeið sem að Landskerfi bókasafna mun áfram halda með aðstoð Landsbókasafns, klárlega. Og við skulum ekki vera líka að rugla, flækja þetta. Þetta er svona. Það er ekki verið að slá gæðin í skráningar. Til skráningar við erum bara að leita leiða til að leyfa hlutunum og þróast þannig að bókasöfn í landinu geti sitt sínu hlutverki, og það er í hugsun almenningsbókasöfn og skólabókasöfn, geta komið samkosti í umferð til lánþega. Þannig að, já, það var það sem ég langaði að segja. Sara? Erum við ekki að nálgast? Jú, við erum að nálgast. Já, það fyrir það Sveinbjörg. Mér langar samt að því þú talaðir að það væri á ábyrgð okkar út í feltinu eða bakfélaganna okkar til að taka ábyrgð á stöðunni. En mér finnst algjörlega krúsíalt að við horfum líka aðeins á bara söguna og stöðuna í dag og af hverju við erum þá á þessum stað sem við erum í dag. Það sem atvinnuöryggi okkar er ekki meira þetta og þróunin hefur orðið með þeim hætti sem hún hefur þó átt sér stað, sko. Og ég vil kannski bara þá endurtaka þessar spurningar sem ég bar upp í upphafi, bæði til þín Ingibjörg, Ágústa og svo stéttarfélagið. Hvernig þessar stofnanir sem við sem erum með þessa menntun, við lítum til ykkar, og hvernig þessar stofnanir geta beitt sér til að hafa áhrif á þá innviði sem þið eru hluti af. Burtséð frá því hvað síðan upplýsing erum við félagarnir, en hvernig, það er hægt að beita sér sem hluti af þessum infrastruktúr bara í opinbera geiranum til þess að gera veg og vanda stéttarinnar meiri en staðan virðist vera í dag allavega. Þannig að ég er ennþá jafn áhyggjufull og ég var við upphaf þessa pallborðsumræðu og en við hljótum að þurfa að fara að loka þessu þetta. Bara örfáar mínútur. Segir bara eitthvað sem... Já, kynna þig. Já, þetta er Ragna. En það sem ég vil nú bara segja varðandi þetta starf sem var nú upphafið til umræðu og mörg, við höfum margoft auglýst eftir starfskrafti á mínu sviði. Á mínu sviði starfa yfir 20 manns og það er bara eiginlega eða 2 sem ekki eru upplýsingafræðingar. Og þegar við höfum ráðið, hvernig sem við höfum auglýst, þá höfum við ráðið upplýsingafræðing og mér finnst það segja kannski svolítið og eiginlega ef það var ekki, þá þyrftum við að hafa enn meiri áhyggjur en við höfum gert þetta vegna þess að það fólk sem við höfum sótt hæfasta fólkið hefur verið upplýsingafræðingar. Bara svona til að gleðja ykkur að hans. Já, Kristína? Já, Kristína frá HR. Frábært að upplýsingafræðingar eru oftast ráðnir. Það skilaboðið sem upplýsingafræðingur eru í þessu auglýsingu þá er að leggja jafn hátt þessu störf. Bara að það sé svo set upplýsingafræði og eitthvað annað. Yfirleitt kannski ef þú horfir á leikskólakennara auglýst eftir leikskólakennara að þá er merkt neðst engin annar segja upp eða leikskólinn segja ekki. Þá. En þetta eru ekki góð skilaboð. Og ég er alveg jafn Takk fyrir það. Líka bara bæta því við að það sem ég horfi aðeins á að við þurfum aðeins meiri sérhæfingu. Við þurfum kannski pláss fyrir til dæmis framhaldskúrs í skráningu. Fyrir okkur dugir ekki bara einhver skráning sem er kennd kannski fyrir 30 árum síðan. Það bara dugir ekki fyrir okkur. Við þurfum helst að hafa rúm í náminu fyrir framhaldskúrs. Við þurfum að kenna miklu meira heldur en það sem kemst fyrir í þessu litla námskeið þó að það sé náttúrulega alveg frábært. En þetta,
mér finnst bara kannski það sem ég hef áhyggjur af að það bara að þetta bara 2 ár og það 1 ár í ritgerð næstum því. Og jú, það þegar þú ert búin að telja kúrsinn með sem eiginlega en eiginlega, þá eiginlega núna rétt rúmt ár. 40 einingar sem hefur. Já, en já, svo þarftu líka til þess að geta tekið hann kúrs þá þarftu að taka eiginlega en eiginlega sem nefnir. Þannig að ég hef svolítið áhyggjur af því að mér finnst bara ekki alveg nóg pláss fyrir til dæmis einhverja sérhæfingu. Ég meina við erum kannski með fólk sem við viljum ráða fólk sem dálítið meira sérhæft í greiningu og kann alls konar hluti úr upplýsingatækni, til dæmis að leggja inn SQL fyrirspurnir og Oracle Analytics og alls konar og skilur alls konar önnur gagnasöfn sem á allt öðru sniði heldur en bara marksniði að við erum að vinna með þetta. En sko, svo ábyggilega fólk í almenningsbókasöfnum sem vill fá, auðvitað viljum að hafa einhver grunn sem þessi upplýsingafræði, en það þarf að vera pláss fyrir til og svo skjalastjórnun sem eitt. Þannig að ég hef svolítið áhyggjur af þessu. Takk, Ragnar. Ingibjörg var búin að biðja orðið, Jana var búin að biðja orðið. Já. Já, sko. Það var ekki einhverjum orðið á tíndinni fyrir lítið. Já, ég á þeirri skoðun, ég það var frá sprengju þarna og ég segi það að það menntunum okkar fólk að B.A.-gráðin var skleið, það var mistök. Vegna þess að það sem gerðist þá, og það það sem gerðist ekki bara eins og okkur, heldur öðrum stéttum þar sem konur í meirihluta. Það var ákveðið til dæmis hjá leikskólakennurum og kennurum að hækka menntunina þannig að þetta fór yfir á masters level, þú þurftir að vera 5 ára háskólagráða baki, launin fylgdi ekki með. Og það skiptir ekki máli hvað ég sparka í dyr og lem í veggi, launin fylgdi ekki með. Og það heilt yfir vandamál, þannig að þessi stétt og þessi konur í meirihluta. Og það til dæmis það sem verið að kalla á núna í þessari kjarabaráttu sem í gangi og svo leiðrétting kemur ekki að þessu ári, hvernig hún kemur vonandi einhvern tímann, en þetta staðreynd. Og svo þegar ég heyri í umfjöllanir í blöðunum það að konur séu meirihluti í háskólanámi, já, það alveg rétt, við erum meirihluti í háskólanámi. En störfið sem við förum í er ekki hálaunaustörfin. Við förum í háskólanámi til þess að fá mannsæmandi laun og það staðreynd. En ég ætla að svara þér, Sara, en fyrst langar mig líka að segja, ég bara með B.A.-gráðuna. Ég hins vegar búin að afla mér þekkingar á öðrum sviðum og það sem hjálpaði mér og það sem ég þakklát fyrir að vera með B.A.-gráðuna. Og það að meðan ég var í B.A.-náminu, þá gat ég lappað inn í aðrar deildir og ég sótti kúrsi í verkefnastjórnun. Ég sótti kúrsi í vefstjórnun. Ég sótti, og svo þetta fór ég líka í þjóðfræði og hvað þið vitið, en þið vitið, B.A.-gráðan gaf mér meiri möguleika á því ef ég vildi. Ef þetta var það sem ég ætlaði að vinna við, að vera bókas- og upplýsingafræðingur, þá gat ég lært það og bætt við mig aukaatriðum sem hjálpuðu mér í starfi. Og það sem ég finn svo sjálf núna fyrir, ekki sem formaður SBU, heldur bara sem starfandi einstaklingur á vinnumarkaði það að mig vantar endurmenntun. Já, ég get farið í EHI og náð mér í verkefnastjórnun eða eitthvað annar, en ef mig langar að breyta starfsvettvang, mig langar að fara yfir í skjalasviðið. Ég tók skjalakúrsa í B.A.-náminu í gamla daga, en ég þarf endurmenntun. Hvar okkar endurmenntun? Og til að svara þér, Sara, ég hluti af stéttarfélagi, ég stend þessu staðum og ég í kjarasamningum og stofnsamningum og öllu slíku. Okkar hlutverk að standa og verðum kjör og réttindi okkar félagsfólks allan daginn og það að beita okkur í hinni ýmsu. En það sem og nú ætla ég að henda þér Ragnhildur mín, en það sem á að gerast það fagfélag okkar á að standa upp, og það að því ég hef verið formaður upplýsingar, ég hef verið allsstaðar, afsakið mig, ég eina þeim. Þegar ég var formaður upplýsingar, þá gerði ég ýmislegt og mér langaði að segja það heiminn, en vandamálið mitt var, og líka svolítið en SBU en ekki eins mikið, mér vantaði fólki með mér. Já, ég sammála því Sara að það ekki okkar ábyrgð að bæta stöðuna, en við sem gera þetta saman. Það þarf að vera fagfélag okkar, það þarf að vera stéttarfélag okkar, það þarf að vera stóru stofnanir okkar, það þarf að vera allt fólki sem í þessu sal og rúmlega það. Við breytum, upplýsing gerir ekki allt eitt, ég gerir ekki allt eitt. Við þurfum að gera
eitthvað öll saman og við verðum að gera það. Við getum ekki bara setið og svarað umræðu á Facebook, við getum ekki bara mætt á þennan fund, við þurfum að vera saman. Þegar upplýsing biður ykkur að koma og bjóða ykkur fram í stjórn eða koma að taka þátt í einhverju verkefni, bjóðu ykkur fram. Það engin, mér er svo fyndið og fallegt og frábært sem klíka, við erum svo óbúslega hógvær. Við vinsamlega hrætt að vera hógvær. Ef einhver heyrir í þér og segir, ég frétti að þú verð þarna og þú sést svolítið góð í þessu, langar þig að koma í stjórn upplýsingar, eða langar þig að koma við ritstjórn bókasafnsins, eða langar þig að koma og gera þetta. Ekki vera, ég heldur, já til, og það í alvörunni þannig. Við getum haldið málþing og við getum gert allan bíbing ástæðan, en við þurfum að vinna vinnuna og það ekki bara ég, ekki bara Þórný, ekki bara Sara að vera áhyggjufulli upplýsingafræðingurinn eða Ingibjörg eða þið. Við þurfum að geta allt saman. Ég veit ekki hvernig, ég held að við finnum engar lausnir hérna í dag, ég er samt rosalega ánægð með hvað við erum öll æst og glúa klátt. Það gerist ekki oft, ég fagna þessu, en eins og ég segi, ég hef ekki lausnina, þig tillögur, það gerir Þórný líka, en bara komið þér með lausnum, hvað viljið þið gera? Hvað getur þið gert, annað en að halda enn eitt málþingi? Takk hérna, það nú að líða lokum hjá okkur hérna í þessu og það fullt af fólki búið að vera að fylgjast með og biðja að það sé lesið upp það sem við höfum farið fram hér á spjallinu. Og fólk talar að það sé auðvelt að leysa þetta með skráningu því að það sé fullt af fólki með skráningarheimild og bara mjög fært í skráningu svo getur tekið þessi svona verkefni í verktöku fyrir sóknarborð. Byrði fólk að bjóða sig fram, því það hefur aldrei skeið. Já, við bara óskum eftir fólki þá til að bjóða sig fram, til að taka við skráningarverkefnum og hafa samband við Sigrúnu hjá Landskerfi. Já, það erum við bara fyrirliggjandi óskir það er bara frábært. Svo var meira hérna, ég er að skrolla í gegnum það. Fólk svolítið sammála þessu með menntunina að BA-gráða hefði kannski verið bara æskilegri heldur en eins og Ragnar talaði að það virðist vera að það sé meiri þörf á meiri sérhæfingu heldur en það að geta skrifað 30 eininga fræðiritgerð það kannski frekar krafa fleiri námskeið í gráðunni og aukna kunnáttu innan hennar. Og það held ég að sé eitthvað sem við vísum bara heim í háskóla að svolítið að skoða þetta. Á Bifröst eru til dæmis meistaranámskeið án ritgerða, meistaragráður án stóra lokaritgerða. Áfallastjórnun til dæmis með 12 eininga lokaverkefni og svo eru aðrar gráður eins og MLA sem ekki með neina lokaritgerð en full meistaragráða, bara með fullt af námskeið og fullt af þekkingu og fullt af þjálfun. En hérna eru fleiri spurningar eða athugasemdir í lokin. Ingibjörg? Ég bara, tíminn okkar eiginlega runnin nú. Já, ég bara svona rétt þess að loka þessu, ég bara þakka upplýsingu fyrir þennan fund og ég vil í rauninni þakka líka öllum sem að tjáðu sig á Facebook-grúppunni og það bara við höfum bara dálítið gott að láta hrista upp í okkur og þannig að við eigum að gera meira af þessu og ég vona það núna þegar þetta COVID svona svolítið yfir staðið að við förum að hittast svolítið meira og ráða ráðum okkar. Það eru alls konar skemmtileg verkefni í farvatninu bæði hjá okkur, líka þetta sem ég var að nefna áðan þessar þjóðfélagsbreytingar sem að verða sem við þurfum að fylgja eftir og vera kannski með svona smá hugsun svona 10 ár fram í tíma hvað við ætlum að gera og finna okkur þá samstarfsaðila og ég ætla að nefna líka til dæmis eins og bara Samband íslenskra sveitarfélaga sem var stór samstarfsaðili við okkur hér á árum áður. Ég held að það samband hafi bara algjörlega rofnað og ég held að við þurfum að rækta svolítið garðinn okkar. Það eiginlega þannig. Þannig að ég bara þakka fyrir þennan fund, þetta var frábært búið að vera og bara meira þessu. Takk. Takk og bara takk öll, takk þér sem að sátu hér fyrir svörum og tóku við alls konar gagnrýni og já.
gagnrýni og ábendingum og komum með tillögur og ykkar sjónarmið. Við erum bara mjög þakklát fyrir það. Takk þið öll sem að mæta. Hér er fullur salur af fólki og hér eru einhverjir 30 manns á netinu líka, þannig að málefnið er brýnt og það er greinilegt að þetta liggur fólk að hjálpa. En núna slekkja bara á upptökunni og þakka ykkur kærlega fyrir.